Minningarathöfn fór fram vestur af Garðskaga föstudaginn 31. maí þar sem sjómanna sem hafa drukknað var minnst. Athöfnin fór fram borð í safnskipinu Óðni. Upphaflega stóð til að hafa athöfnina vestur af Stafnesi en vegna sjólags var athöfnin haldin úti fyrir Garðskaga. Það voru hollvinir safnskipsins Óðins sem stóðu fyrir athöfninni. Lagt var úr höfn í Reykjavík klukkan 9 á morgni þegar Vilbergur Magni Óskarsson skipherra hafði tekið á móti Guðna T.H. Jóhannessyni forseta Íslands sem tók þátt í minningarathöfninni. Það voru fleiri góðir gestir við athöfnina en Ásgeir Magnús Hjálmarsson, fyrrverandi skipstjóri úr Garði, var borð ásamt útsendara Víkurhetta og fleirum. Við minningarathöfnina fór Sigurður K.R. Sigurðsson, prestur með blessunarorð, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands flutti ávarp og það gerði einnig Vilbergur Magni Óskarsson skipherra. Í sameiningu vörpuðu þeir kransi í hafið með kveðju frá hollvinum Óðins. Með athöfninni var minnst allra sjómanna sem drukknað hafa á þessu svæði og leitast við að sýna minningu þeirra virðingu og votta aðstandendum þeirra samúð. Þá var minnst sérstaklega manna sem hafa farist á svæðinu frá Reykjanesi og að Stafnesi á árunum 1959 til ársins 1992. Egill Þórðarsson, loftskeytamaður, nefndi það sérstaklega 5 sjóslys og las upp nöfn allra þeirra manna sem fórust. Var hvítri rós varpað í hafið fyrir hvert þeirra. Hermóður fórst 18. febrúar 1959 með 12 manna áhöfn. Rafnkell GK 510 fórst 4. janúar 1960 með 6 manna áhöfn. Stuðlaberg NS 102 fórst 17. eða 18. febrúar 1962 og með honum 11 manns. Þorbjörn R36 fórst 25. ágúst 1965, 5 fórust en 1 maður komst lífs af. Sveinn Guðmundsson GK 315 fórst 10. september 1992 og með honum 3 menn. Já, við sigldum út og höfum smá athöfn til minningar þá sjómenn sem að farist hafa þarna á þessu svæði, maður segja milli Reykjanes og Garðskaga. Þannig ákveðin árabili sem við vorum sérstaklega að taka fyrir en almennt vorum við að minnast bara þeirra sjómenn sem að farist hafa í Íslandsstrendur. Og það náttúrulega svona kannski líka hlutverk fyrir þetta skip að hreyfa það aðeins. Já, við notum náttúrulega tækifæri, við erum að halda skipinu gangandi, halda því lifandi og hreyfa það og það er búið að leggja gríðarlega vinnu í að hafa það og halda því í gangfæru og þess vegna þetta kærkomið tækifæri til þess að halda því við og sigla því og sérstaklega í svona tilgangi. Það er nauðsynlegt að hreyfa svona skip? Ja, það er nauðsynlegt. Það grotnar bara niður ef því er ekki haldið lifandi og því er ekki siglt. Segðu mér svona aðeins frá þessum félagsskap sem er að halda utan þetta skip. Já, þetta eru hollvinir skipsins sem eru jafnframt eigendur þess og menn mæta hérna. Flestir eru bara hér og konur eftirlaun og þeir eru gott að geta komið í félagsskapin og sinnt þessu starfi og eru hér, flestir eru svona vélstjórar og vélstjórnarlærðir, þannig að það kemur sér vel að hafa svona tæknimenn í þessum starfum. Og forsetinn hefur verið duglegur að leggja ykkur lið og taka þátt í starfinu ykkar? Já, hann hefur komið með okkur og sinnt þessu mikinn áhuga og við erum mjög stoltir og ánægðir með það. Hann hefur komið okkur bæði þegar fórum til Grindavíkur og eins þegar fórum til Vestmannaeyja síðast ári og svo núna og okkur þykir rasklega vænt um það. Hann er náttúrulega svona að grúska í sögunni ykkar líka? Jú, hann er náttúrulega sagfræðingur og er að grúska í sögunni og augljóst að hann nýtir þetta tækifæri þegar hann kemur hér og svona svolítið lifna við þessi gamla saga sem að þetta skip er með sér. Er eitthvað svona stórt framundan hjá okkur? Það er nú ekki alveg svona komið á hreint en okkur var boðið til Færeyja á sjómannadag Færeyinga sem er í 17. ágúst og við erum svona að skoða hvort að því gæti orðið. Það er ekki alveg komið í ljós eða þá. Hvernig afliði fjár til þess að svona halda þessu? Þetta átt að kosta einhverja milljónir. Já, sko, við fáum styrki til þess að sigla skipinu, þá er það almennt bara útgerðir og okkur einhver velviljaðir sem hafa hjálpað okkur til þess að
það getur orðið veruleika. Svo hefur við fengið fjárframlag frá ríkinu til þess að sjá viðhald og það fé hefur eingangur farið í að kaupa varahluti og tólutæki sem við þurfum til þess að bara halda skipinu við. En öll vinna í sjálfboðinu. Öll vinna sem vinnur hér í skipinu er í sjálfboðinu. Og menn eru hérna mættir sumir 7 á morgnana og fara kannski seint heim? Já, það eru sumir sem að vinna hérna og sérstaklega eitt svona sem er driffjöður í þessu, hann mætir hérna klukkan 7 á morgnana og hellir upp á kaffið og hann þrifið skipi hér innan skips alveg hátt og látt hverju viku og svo eru henni vélstörðinni mæta hérna bara klukkan 8 á mánudagsmorgnum og vinna hérna svona framöndir og framöður hádegi og sumir mæta aðra daga líka, þannig að þetta er heilmikið starf sem hér er unnið. Hvernig svona er að umgangast þetta skip og svona vitandi söguna og svona eins og segið, það er kannski ekki hefðbundið vél í þessu skipi, þetta er gömul tækni sem að menn er að halda sig við í? Já, þetta er gömul tækni og ágætt að geta haldið þessu við og halda við þekkingunni á því að sigla svona skipi. Þetta er allt saman, maður segja svona eins og kallast manuált, þetta er bara verið með telegraf og þannig að vélinu stjórnarbrunir í vél. Maður gefur bara fyrirmæli gegnum vélsímann uppi og vélstjórnir stjórna svo vélinni og það stýrið er bara handstýrt og það er ekki siglingatölva, þannig að þetta er allt saman alltaf gamla mótan. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, tók þátt í athöfninni úti fyrir Garðskaga. Þetta er í 3. sinn sem hann fer í siglingu með Óðni en hann hefur áður farið með safnskipinu frá Reykjavík til Grindavíkur og Vestmannaeyja. Já, þetta var virðingaverð athöfn og ég þakka þeim sem skipulögðu hana og stóð að henni og þar fyrir utan er gott fyrir safnskipið Óðinn að halda öðru hvoru úr höfn. Svona skipum þarf að halda við og það er best gert með því að halda út á sjó öðru hvoru. Áhöfnin samhent. Ég lækka meðalaldurinn aðeins en þetta eru miklir sómadrengir og mér finnst heiður af því að hafa fengið að taka þátt í þessari fallegu athöfn sem hér var undan Garðskaga. Og þetta er alls ekki fyrsta skipti sem þú ferð með Óðinsmönnum? Nei, ég hef haldið með þeim áður og fór til Eyja eitt sinn og til Grindavíkur á sjómannadag og á góða minningar þær ferðir. Sjóveikin gerði aðeins vart við sig en ekki svo mjög að maður geti ekki spjallað við þig og notið hér veitinga á eftir og spjallað við þessa gömlu kempur því að nú er ég í þeim sporum að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið og skrifa sögu landhelgismálsins og hér borð eru allmargir sem komu við sögu þar í þorskastríðum og gaman að rifja þá daga upp. Er þetta ekki skemmtilegt verkefni að grúska í þessu? Heldur betur og þetta er þjóðarsaga og drjúgur þáttur í landhelgismálinu er atbeini gæslumanna en auðvitað þurfti meira til. Það dugði ekki eitt og sér að klippa á tógvíra hjá Bretanum. Það þurfti að semja og það þurfti að njóta þess að alþjóðalög voru að þróast okkur í vil og þar fram eftir götunum. En eins og ég sagði, stór hluti sögunar gerist á hafi úti og okkar menn stóðu sig í stykkinu. En þetta er kannski ekki endilega bara hetjusaga. Þetta hlýtur að hafa verið mjög erfitt fyrir þessa menn sem voru í þessum aðstæðum. Það var það og ágreiningur í innanlandspólitík til dæmis, hvenær átti að semja, hvenær átti að sýna hörku. Nú stundum voru skipherrar okkar full ákafir í að klippa og sýna hvað þeir gætu að mati embættismanna eða stjórnmálamanna í landi og stundum jukust áhyggjur yfir framtíð NATO og veru Íslands í því bandalagi, hvort fiskveiðideilurnar hefðu áhrif á það. Þannig allt blandast þetta saman og gaman að geta ofið þá þræði saman í eina frásögn og núna eftir 1. ágúst munum mér gefast meiri tími til þess að sinna þessari skemmtilegu sögu.
En hefur eitthvað náð að vera grúski í þessu síðustu 8 ár? Já, það nauðsynlegt fyrir hvern og einn í annarsumu starfi að hafa eitthvað til að dreifa huganum. Sumt fólk syngur í kór, aðrir arka upp á fjöll og ég skrifa sögu landhelgismálsins og það hefur verið stund milli stríða og nauðsynlegt í amstri dagsins að hverfum stundin í annan heim. Þannig að ég hef litið á þetta líka sem svona leið til þess að hlaða rafhlöðurnar og þykir það alltaf jafn gaman og vona svo að lesendur njóti af rakstursins. Já, þú hefur verið duglegur að heimsækja Gæsluna, þú fórst meðal hans með þeim óvænt í björgunarleiðangur. Já, eitt sinn var það svo að til stóð að hafa minningarstund á Patreksfirði vegna krapaflóðana sem þar féllu á sínum tíma og þar ætluðu varðskipsmenn að vera og ég líka og ákvað að fara með þeim frá Grundarfirði. En sem við erum, já, ætlum við höfum ekki verið undan Látrabjargi eða svo, berast þau skilaboð að Hrafn Sveinbjarnarson sé í vanda staddur á halamiðum, vélarvana og aflvana og ísröndin nálgist. Og ég segi ekki að þá hafi góð ráð verið dýr, en það lá í augum uppi að halda beint þangað frekar en að sigla til Patreksfjarðar. Þannig að ég man að skipherrann bankaði ofur varlega á hurð mína 4:00 á nóttu eða svo og sagði að auðvitað ætti ég að hafa síðasta orðið en nú hefði þessi beiðni borist og hvort hann vildi að það yrði skotist með mig til Hafnar fyrst og smá tími myndi vissulega glatast við það en ég var nú fljótur að taka af honum orðið og sagði nei, við höldum á vettvang og sem betur fer fór allt vel eins og var nú fyrirsjáanlegt, það var engin voði í vændum en mér þótti mjög virðingavert og væntum að sjá þau fumlausu vinnubrögð sem menn við höfðu þarna. Það var reynt að setja taug í togarann og svo reyndist nú endirinn vera sá að hann komst með eigin vélarafli til Ísafjarðar, mun ég rétt. En ég nota kannski tækifærið og sendi hlýjar kveðjur til allra skipverja á Hrafni Sveinbjarnarsyni og auðvitað til Grindvíkinga sérstaklega. Ég leyfi mér að segja það að ég hygg að fyrir utan hörðustu valsara hafi landsmenn haldið með Grindvíkingum í körfubolta karla og nú gís enn eina ferðina og framtíðin enn eins óviss og hún hefur verið undanfarin misseri. Þannig að við hugsum sem fyrr hlýtt til Grindvíkinga. Úti á Álftanesi þykir okkur búbót að Grindvíkingar sem hafa ákveðið að eignast ný heimili vilja gjarnan flytja til okkar og eru svo sannarlega velkomnir. Við vitum að í Grindavík býr sóma fólk og svo verðum við að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér, hvort og hvernig og hvenær við vitum hvernig framtíð Grindavíkur verður. En það sama sagan, við ráðum ekki við ægimátt náttúruaflanna en við getum stýrt í hvernig við bregðumst við og við eigum einvala lið. Ég hef nú orðið var við það, einvala lið sem hefur rutt upp varnargörðum og við sjáum nú hvaða gildi í þeim. Nú vísindafólk sem rýnir í öll teikn og lætur vita þegar búast má við frekari jarðhræringum, björgunarsveitamenn, heimafólk í Grindavík. Við megum vera stolt af því að eiga allt þetta fólk að sem til taks þegar á þarf að halda og að því við erum nú í bæði varðskipi og björgunarskipi þá hugsa ég mig til þess hvað mörgum mannslífum hefur verið bjargað af þeim sem hér hafa verið í áhöfn og á öðrum skipum Gæslunnar, þyrlunum, flugvélunum. Þannig að Landhelgisgæslan stendur hjarta okkar Íslendinga nærri.